og þá kom að síðasta liða á dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Þetta er skýrsla bæjarstjóra sem gildir frá 4. nóvember til dagsins í dag. Þrátt fyrir samkomutakmarkanir, nálægðar mörk og aðrar sóttvarnir vegna COVID-19 þá halda hjól atvinnulífsins til allrar hamingju áfram að snúast og síðustu vikunar hef ég átt fjölda fjarfunda með einstaklingum og fulltrúum fyrirtækja stöðu mála. Þar ber ýmislegt á góma, meðal annars úr þjónusta sem sveitarfélagið veitir, skipulagsmál, lóðamál og framtíð rekstrar fyrirtækja í bænum. Þótt staðan sé snúin, þá skynja ég samt að fólk er enga veginn á því að leggja árar í bát og samtal mitt við þetta fólk er yfirleitt á jákvæðum og uppbyggilegum nótum. Stöðufundir vegna þróunar COVID-19 faraldursins eru haldnir 3 í viku líkt og áður með sviðsstjórum sveitarfélagsins. 3 í viku er bæjarfulltrúum boðið að sitja þessa fundi. Einnig sit ég reglulega fundi aðgerðastjórnar almannavarnanefndar Norðurlands sama málefni. Miðvikudaginn 4. nóvember var haldinn áhugaverður fundur styttingu vinnuvikunar og þær áskoranir sem þurfum að horfast í augu við þegar kemur að útfærslu styttingu vinnutímans á leikskólum. Þriðjudaginn 10. nóvember var haldinn fundur nýjar heilsugæslustöðvar á Akureyri og fyrirhugaða staðsetningu þeirra og miðvikudaginn 11. nóvember var haldinn annar fundur í verkefnahópsins höfuðstaðastefnu eða hlutverk Akureyrar sem þéttbýliskjarna á landsbyggðinni. Haustfundur almannavarnanefndarinnar í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra var haldinn fimmtudaginn 12. nóvember og allar síðustu vikur hafa verið haldnir reglulegir vinnufundir bæjarstjórnar Akureyrar fjárhagsáætlun og fleira. Mig langar einnig að nefna að á föstudögum hittist samstarfsfólk í föstudagskaffinu á netinu, slær á létta strengi heldur samkeppnist flottasta Teams-bakgrunnin og alls konar. Og ekki má heldur gleyma samráðsfundum bæjar og sveitarstjóra á Eyjafjarðarsvæðinu sem haldnir eru mánaðarlega og var síðasti fundur okkar á dagskrá föstudaginn 13. nóvember. Þessi fundir eru mjög mikilvægir, ekki síst í ljósi allra þeirra óvenjulegu verkefna sem við höfum að takast á við á árinu, svo sem óveður og COVID-19. Það eru ýmsar áskoranir sem blasa við sveitarfélögunum á því herrans ári 2020. Loks er þess að geta að í morgun hélt ég erindi á alþjóðlegri netráðstefnu samstarf ríkja á norðurslóðum eða Cooperation in the Arctic sem haldin var á Zoom og einnig streymt á YouTube. Þar talaði ég þau áhrif sem COVID-19 faraldurinn hefur á rekstur sveitarfélaga og þau tækifæri sem þó eru fram undan í stafrænum veruleika. Og þetta var mjög áhugaverð ráðstefna. Haldi að þessari skýrslu sé bara lokið. Það er bæjarstjóri lokið máli sínu og eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 5. og 12. nóvember, bæjarráð 5. og 12. nóvember, fræðsluráð 2. nóvember, skipulagsráð 11. nóvember, stjórn Akureyrarstofu 15. nóvember, umhverfis- og mannvirkjaráð 30. október og velferðarráð 4. nóvember og það er hægt að nálgast þessar fundagerðir allar á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 17:40. Takk fyrir góðan fund.